Almenningur í Egyptalandi mótmælir kúgun og harðstjórn sem fólk þar í landi hefur þurft að búa við í langan tíma. Letið til nýrra leiðtoga víða í Mið-Austurlöndum. Þetta segir Jóhanna Kristjánsdóttir, rithöfundur sem búið hefur víða í Mið-Austurlöndum og þekkir fjölda fólks í þeim heimshluta. Karen Kjartansdóttir. Jóhanna Kristjánsdóttir, rithöfundur og blaðamaður til margra ára, hefur búið og starfað víða í Mið-Austurlöndum og þekkir þar fjölda fólks. Hvað það sem almenningur að mótmæla og eftir hverju vonast hann? Því sem almenningur að mótmæla þessa dagana og þessa vikurnar náttúrulega kúgun og harðstjórn sem að það hefur búið við í mörg ár og langan tíma. Fólk að búast við að það komi betri dagar, betri stjórnandi. Það vill fá sterkan leiðtoga. Sá leiðtogi sem stendur ekki komið fram í Egyptalandi og Mohammed El Baradei sem komin enn á heim og gengið til liðs við stjórnarandstöðuna. Hann ekki endilega framtíðarleiðtogi. Hann hins vegar sjá margir Egyptar, segja mér kunningjar mínir, svona sem millibilsleiðtoga. Svo getur líka vel verið að herinn taki völdin. Nú stjórnarandstöðuleiðtoginn í Túnis komin heim og í Jemen, þessu fátækasta landi Arabaheimsins sem að konur búa nú við afskaplega bágan hag og karlar reyndar líka. Þar hefur nú meðal annars kona verið mjög framalega í mótmælum. Hvort þetta leiðtogarnir, það auðvitað of snemmt að spá.